dag, föstudaginn langa, á ég samkvæmt messuáætlun að lesa píslarsöguna hér í Patreksfjarðarkirkju. Ég ákvað að halda þeirri áætlun, taka þetta upp og varpa á netsíðu prestakarlsins. Ef að fólki kemst ekki til kirkju, þarf að leita allra leiða til að færa kirkjuna heim í stofu. En við skulum byrja á því að merkja okkur með krossmarki Krists, signa okkur og við segjum saman í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Ég hef lesturinn í 18. kafla og formáli þess að Pílatus hefur yfirheyrt Jesú og Jesú hefur sagt honum að hans ríki sé ekki af þessum heimi. Þar sem að ég byrja yfirskriftin Jesús dæmdur til dauða. Að svo mæltu gekk hann aftur út til gyðinga, það Pílatus, og sagði við þá, ég finn enga sök hjá honum. Þið eru vanir því að ég gefi einn mann lausan á páskunum, viljið þið nú að ég gefi ykkur lausan konung gyðinga. Þeir hrópuðu á móti ekki hann heldur Barabbas, en Barabbas var ræningi. Þá lét Pílatus taka Jesú og hússtríkja hann. Hermennirnir fléttuðu kórónu úr þyrnum og settu á höfuð honum og lögðu yfir hann purpura kápu. Þeir gengu hver af öðrum fyrir hann og sögðu, sæll þú konungur gyðinga, og slógu hann í andlitið. Pílatus gekk aftur út fyrir og sagði við fólkið, nú leiði ég hann út til ykkar svo að þið skiljið að ég finn enga sök hjá honum. Jesús kom þá út fyrir með þyrnikórónuna og í purpurakápunni. Pílatus segir við fólkið, sjáið manninn. Þegar æðstuprestarnir og verðirnir sáu hann æptu þeir, krossfestu, krossfestu. Pílatus sagði við þá, takið þið hann og krossfestið, ég finn enga sök hjá honum. Þeir svöruðu, við höfum lögmál og samkvæmt lögmálinu á hann að deyja, því hann hefur gert sjálfan sig að Guðs syni. Þegar Pílatus heyrði þessi orð var hann enn hræddari. Hann fór aftur inn í höllina og segir við Jesú, hvaðan ertu? En Jesús veitti honum ekkert svar. Pílatus segir þá við hann, viltu ekki tala við mig? Veistu ekki að ég hef vald til að láta þig lausan og ég hef vald til að krossfesta þig? Jesús svaraði, þú hefðir ekkert vald yfir mér ef þér væri ekki gefið það að ofan. Fyrir því ber sá þyngri sök sem hefur selt mig þér í hendur. Eftir þetta reyndi Pílatus enn að láta hann lausan en fólkið æpti, ef þú lætur hans lausan, ert þú ekki vinur keisarans. Hver sem gerir sjálfan sig að konungi rís á móti keisaranum. Þegar Pílatus heyrði þessi orð leiddi hann Jesú út og settist í dómstólinn á þeim stað sem nefnist Steinhlað, á hebresku Gabbata. Þá var aðfangadagur páska hádegi. Hann sagði við fólkið, sjáið þar konung ykkar. Þá æptu menn, burt með hann, krossfestu hann. Pílatus segir þá við þá, á ég að krossfesta konung ykkar? Æðstuprestarnir svöruðu, við höfum engan konung nema keisaran. Þá seldi hann þeim hann í hendur og bauð að láta krossfesta hann. Hermennirnir tóku þá við Jesú og hann bar krossinn. Hann fór út til staðar sem nefnist hauskúpa á hebresku Golgata. Þar krossfestu þeir hann og með honum 2 aðra, hvor til sinnar handar. Jesús í miðið. Pílatus hafði látið gera yfirskrift og setja yfir krossinn. Þar stóð skrifað, Jesús frá Nasaret, konungur gyðinga. Margir gyðingar lásu þessa áletrun því staðurinn þar sem Jesús var krossfestur var nærri borginni og þetta var ritað á hebresku, latínu og grísku. Þá sögðu æðstuprestar gyðinga við Pílatus,
skrifaði ekki konungur gyðinga, heldur að hann hafi sagt, ég konungur gyðinga. Pílatus svaraði, það sem ég hef skrifað, það hef ég skrifað. Þegar hermennirnir höfðu krossfest Jesú, tóku þeir klæði hans og skiptu í 4 hluta og fékk hver sinn hlut. Þeir tóku og kistilinn, en hann var saumlaus ofin í eitt ofanfrá og niður úr. Þeir sögðu því hver við annan, rífum hann ekki í sundur, köstum heldur hlutum hver skuli fá hann. Svo rættist ritningin, þeir skiptu með sér klæðum mínum og köstuðu hlut kyrtil minn. Þetta gerðu hermennirnir, en hjá krossi Jesú stóðu móðir hans og móðursystir, María kona Klópa og María Magdalena. Þegar Jesús sá móður sína standa þar og lærisveinin sem hann elskaði, segir hann við móður sína, kona, nú hann sonur þinn. Síðan sagði hann við lærisveinin, nú hún móðir þín. Og frá þeirri stundu tók lærisveinin hana heim til sín. Jesús vissi að allt var þegar fullkomnað. Þá sagði hann til þess að ritningin rættist, mig þyrstir. Þar stóð ker fullt af ediki. Hermennirnir vættu njarðarvött í ediki, settu hann á ísópslegg og báru að munni hans. Þegar Jesús hafði fengið edikið, sagði hann, það fullkomnað. Þá hneigði hann höfuðið og gaf upp andann. Nú var aðfangadagur og til þess að líkin væri ekki á krossunum hvíldardaginn, báðu gyðingar Pílatus að láta brjóta fótleggi þeirra og taka líkin ofan, enda var mikil helgi þess hvíldardags. Hermennirnir komu því og brutu fótleggi þeirra sem með honum voru krossfestir, fyrst annars og svo hins. Þegar þeir komu að Jesú og sáu að hann var þegar dáinn, brutu þeir ekki fótleggi hans. En einn af hermönnunum stakk spjóti sínu í síðu hans og rann jafnskjótt út blóð og vatn. Sá séð hefur vitnað þetta svo að þið trúi líka, og vitnisburður hans sannur. Og hann veit að hann segir satt. Þetta var til þess að ritningin rættist, ekkert bein hans skal brotið. Og enn segir önnur ritning, þeir munu horfa til hans sem þeir lögðu í gegn. Jósef frá Arímaþeu sem var lærisveinn Jesú, en á laun af ótta við ráðamenn gyðinga, bað síðan Pílatus að mega taka ofan líkama Jesú. Pílatus leyfði það. Hann kom þá og tók ofan líkama hans. Þar kom líka Nikodémus, fyrrum hafði komið til hans nótt og hafði með sér blöndu af myrru og alóe, nær 100 pundum. Þeir tóku nú líkama Jesú og sveipuðu hann límklæðum með ilmjurtunum, eins og gyðingar búa lík til greftrunar. En á staðnum þar sem hann var krossfestur var grasgarður og í garðinum var ný gröf sem enginn hafði enn verið lagður í. Þar lögðu þeir því Jesú, því að það var aðfangadagur gyðinga og gröfin var nærri. Þannig hljóðar hið heilaga guðspjall. Amen. Að krossinum vil ég koma Kristur og játa þér afbrot mín. Af þyngslum þeim ég orðin fyrstur og drottinn ég þarfnast þín. Ég iðrast og ég þrái að þú endurnýir mig og líf mitt verði aftur það sem